Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú ætlum við að ræða vaxtastefnu Seðlabankans og ríkisfjármálastefnu ríkisstjórnarinnar og svona frá sjónarhóli verkalýðsins. Það var samið hér snemma árs, samningar, hófstilltar launahækkanir, aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Markmiðið var það að verðbólgan myndi nást niður og þar með vextirnir, en það eiginlega ekki að ganga eftir, og til að ræða þetta þá eru hingað komnir það sem við höfum kallað hagráð verkalýðsins. Við höfum fengið það, hérna beint á móti mér er Róbert Faresveit sem er hagfræðingur Alþýðusambandsins, og Vilhjálmur Hilmarsson, hann er hagfræðingur BHM. Vanalega hefur Sigríður Ingibjörg eða Heiður komið hingað frá BSRB, en þær komist ekki, og þá eru svo heppin að fá, hvað ertu, þú ert ekki hagfræðingur, þú ert félagsfræðingur, Eflingar, sérfræðingur Eflingar. Þú ert félagsfræðingur sem að leitist út í hagfræði. Ég virði ekki landamæri þessara félagsvísinda. Þú ert sérfræðingur Eflingar. Já. Heyrðu, sko, samningandi sem voru gerðir, markmiðið var þetta sem við erum að lýsa, en það virðist ekki vera að ganga eftir, allavega ekki gagnvart Seðlabankanum. Markaðsaðilar, ég veit ekki hvað það sé rétta orðið, þeir sem eru svona skuldabréfamarkaði og fleiri, og sömuleyti tónni frá greiningadeildum bankana, þá er eins og menn séu að leggja inn fyrir það kannski munu vextir bara haldast óbreyttir út árið, kannski lækka einhvern tímann í haust. En það er ekki það sem að var stemt, Róbert. Sko, markmið voru kannski tvíþætt. Það er að stuðla hjöðnun verðbólgu á samningstímanum, og ákveðið markmið sem var hort til þar, og síðan auðvitað stuðla lækkun vaxta, og eflaust hafa menn ólíkar væntingar það hversu hratt það ferli getur tekið, en ef við byrjum kannski á verðbólgunni þá hefur hún hjaðnað, mælist núna 6%, og En að sömuleyti er það vegna þess að það dett út stóri mánuðir. Já, það er hárrétt. Og verðbólgur hraðinn síðast held ég að verið 6,8. Það er rétt, og ef þú horfir á einmitt 3 mánaða hraðan eða 6 mánaða hraðan, þá er hann ennþá nokkuð hár, og það mun svolítið skipta máli hvernig verðbólgan þróast að næstu mánuðum. Núna er ákveðna hækkun og þrýstingur sem er alltaf svona í byrjun hvers árs. Það eru hækkanir frá hinu opinbera, ákveðnar verðbreytingar hjá fyrirtækjum sem taka gildi í byrjun og upphafi árs. Og svo raun og veru erum við að sjá það hversu mikið af kostnaðarhækkunum svona fyrirtækin fleita út í verðlag, og vonin er svo að þau standi svo sannarlega með þessum samningum. Þannig að svona takturinn núna á næstu mánuðum er frekar mikilvægur upp á að sjá hvert verðbólgan þróast. Þegar við horfum hins vegar á kannski undirliggjandi verðbólguna, þá hefur hún hjaðnað hraðar. Verðbólga án húsnæðis mælist 3,9%. Húsnæðisverðið á móti að hækka mjög mikið. Akkurat. Þannig að þessi svona undirliggjandi verðbólga sem tengist eftirspurnar þrýstingnum í hagkerfinu, hún hefur hjaðnað aðeins hraðar, og við sjáum það til dæmis bara í svona nýlegum mælingum hjá til dæmis Verðlagseftirlitinu að svona verðbreytingar á matvöru og annað, þær eru byrjað að hægja aðeins á sér. Þannig að það eru alveg einhver jákvæð teiknarnar lofti, en eins og þú segir og bendir á, þá er húsnæðismarkaðurinn ákveðin svona kerfislægur faktor sem kjarasamningur og einir og síðar hafa lítil áhrif á, og þú ert líka með hátt vaxtastig sem ætti að bremsa húsnæðismarkaðinn, en síðan ertu með aðra krafta. Skortur er bara svo mikill að vextirnir ná ekki að halda verðinu niðri. Skortur og líka svona lýðfræðilega eftirspurn, mannfjölgun og aðstöðunar í Grindavík og annað. Þannig að það er þetta þættir sem kjarasamninga mun ekkert bremsa niður og hafa í raun og veru lítil áhrif á. Þannig að þetta er svona hvernig mun undirliggjandi verðbólgan þróast á næstu misserum. Það eru alveg góða líkur, og hún haldi áfram að hjaðna á næstu misserum, en það getur verið að það haldist upp í viðbóta þrýstingur út frá húsnæðismarkaði. Hvernig Seðlabanki bregst við þessu, menna hann hefur talað það að hann sé meira að reyna að bregðast við undirliggjandi verðbólgu. Hann hefur mátt lesið það og lesið hann í þessa yfirlýsingu sem kom með síðustu vaxtaákvörðun, þá gefur hann undir fótinn að það verði vaxtalækkun í haust, og ég gerir ráð fyrir að hann hafi svolítið verið að horfa á þessi síðustu 3 mánuði þegar hann ákvað vextina síðast. Hann hafi ekki alveg þórað að taka skrefið.
ef maður lesi orð Seðlabankastjóra þá svolítið sagðan að hann vildi frekar taka stærri skref síðar heldur en að eins og hann orðaði sjálfur að taka aumingilega lækkun til að byrja með. Sem átúlka það að þróunin síðustu 3 mánuði hafi verið svo lítil lækkun að það hefði ekki verið innistæði fyrir nema 0,25 lækkun og það eiginlega tækið ekki. Já, það mætti túlka svoleiðis og það sem stendur út í yfirlýsingunni er að þeir telja sig vera að koma með aðhaldsstígi sem þarf til að ná niður verðbólgunni og það þýðir það að vextir ættu þá að geta lækkað samhliða hjöðnum verðbólgu á næstu misserum. En Seðlabankastjóri var allt haust og mörg undanfarin ár að tala það þegar að vera að tala horfur, verðbólguhorfur og þeir verða að eða segjast að miða vaxtahækkanir við það. Að þá var það alltaf óvissa á vinnumarkaði. Nú er hún farin. Það virðist ekki vigta neitt. Nei, og það er alveg rétt að það hefur verið talað mikið. Það var ekki að marka það sem hann sagði í haust eða? Bankinn hefur ekkert alltaf verið samkvæmur sjálfur sér. Það var talað síðasta haust, það var talað 3 þætti, það var vinnumarkaðurinn, há undirliggjandi verðbólga. Þessi þættir það er komin vissa hvað var þar kjarasamningsbundna launahækkun á næstu 4 árum, undirliggjandi verðbólgan fer lækkandi, þannig að einhverjir hefðu þá litið á það sem ástæðu til að hefja vaxtalækkun á tímabilið. Og eins og við vitum þá var þetta ekki alveg sátt það inn í peningastefnunefndinni þegar Gunnar Jakobsson kaus með vaxtalækkun. Þannig að það eru greinilega skipta skoðanir á þessu. Það eru þessi hætta á því að svona peningastefnan yfirskjóti, að við sjáum hraðari kólnun í hagkerfinu. Hún mun þá birtast í minni neyslu heimilana og einhverju leyti að viðsnúningurinn verður svona meiri heldur en við vonum. Og það er alveg fyrir hendi. Það getur verið að vaxtastefna Seðlabankans sé röng? Að hvað leyti röng? Að þau lækki ekki vexti nógu hratt, þannig að þau kæli hagkerfið of hratt. Að þetta valdi alls konar vandræðum, að þau beini fjármagni út úr lánakerfinu til áhættusamari greinar þar sem að menn telja sig geta að lifa við hærri vexti í væntingum einhverjum vöxt eins og í ferðaþjónustu. Að önnur fyrirtæki og minni og smærri fyrirtæki eru að kafna út af vaxtaokrinu. Að þetta hafi bara skaðlega áhrif. Já, ég meina, og það að keyra 3% raun ávöxtun á stýrivexti er náttúrulega sérstök stefna. Vaxtatækið getur verið sársaukafullt og það hefur verið bent á það nokkuð skeið að þessar hliðarverkanir komið til með að vera meiri eftir því sem vaxtastíð haldist átt lengi og eitt af því sem við höfum þetta ágjör af þessar myndir íbúðamarkaðurinn. Að háa vaxtastíð hafi neikvæð áhrif á frambúð íbúða, þannig að þá myndast ákveðin frambúðstregða sem ýtir undir verðbólgu síðan meir. Og við sjáum það líka að þeir sem að kaupa húsnæði í dag, nýja húsnæði, eru mestmögnis bara fyrirtæki og þeir sem eiga íbúði fyrir. Þannig að það er að verða svona tilfærsla frá að venjulegt fólk kaupi húsnæði yfir því að það séu bara einir sterkarnu sem kaupa. Já, og það eru þetta eins og aðstæðunar eru núna á húsnæðismarkaði, þá fer maður að hafa ákveðnar áhyggjur af spákaupmennsku. Fjármagn gleiði einmitt eins og þú lýsir. Þau braskarna. Já. Það eru þeir sem eru líklegastir til að taka lána háa vöxtum. Já, í þeirra tilfelli er þetta tiltölulega örugg ávöxtun og ágætis fjárfesting. Og það eru hvatar á Íslandi sem ýtu til svona fjárfestingu. Má ég stökkva, af því að mér langar að stökkva þessi yfir opinbera gerann, af því að er ekki ákveðin hætta á því að sjúkdómurinn kannski, Seðlabankurinn vinnur drepur sjúkdóminn, en sjúklingin í leiðinni. Jú, ég held einmitt að því að þú spurðið svona hvort að þessi möguleiki að vaxtastefnan sé röng og ég held að það sé nú bara talsvert sterk rök fyrir því og að bæra alveg frá því að COVID skall á þegar að Seðlabanki lækkaði vextina þetta gríðarlega mikið sem að allt bendir til í dag að hafi verið allt og mikið lækkun sem að hafi neikvæðar afleiðingar, það tæmdist úr hillunum á íbúðamarkaðinu til dæmis, allt og hratt
og núna þá hafa þeir haldið þessu háa vaxtastig allt og lengi og þegar við verðum komin fram á haust þegar þeir fara að hittast aftur í peningastefnunefndinni að þá verður þetta orðið ennþá dimmara og af því að við erum með þetta tvískipta eðli verðbólgunar núna að undirliggjandi verðbólgan án húsnæðis, hún komin niður í 3,9 og sennilega bara á leiðinni ennþá neðara því innflutta verðbólgan mjög minkandi en húsnæðis verðbólgan að vinna gegn þessu og heldur verðbólgunni í kringum 6% og það einmitt þar sem að vaxtastefna Seðlabankans að gera tjón að hún að halda uppi þessu misvægi sem kemur úr húsnæðismarkaðanum með því að halda aftur að framboði á nýbyggingum þannig að ég held að það séu bara sterk rök fyrir þessu og við skoðum líka aðeins... Stefán, að því að maður gæti séð fyrir sér aðgerði gegn þessu. Það væri til dæmis að það væri bara herra veðhlutfall eða lægra veðhlutfall ef þú átt aðræk fyrir eða ef að fyrirtæki ætla að kaupa íbúðarhúsnæði þá verður það bara borgað upp í topp. Til þess að auka framboð til af íbúðum til venjulegra kaupenda. Já, ég meina þetta gera margt og það ekki Seðlabanki sem líklegur til að gera það. Hann getur að vísu hann mætti hreyfa við lántöku skiluðum eins og hann hefur svo sem gert. Hann gerir þetta gagnvart nýjum kaupendum. Já, en þú getur líka ríkisvaldi gæti sett hvata inn í byggingariðnaðinn, þeir var nú hvati endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna byggingaframkvæmda margir sólpallar smíðaðir í Garðabænum í krafti þess? Já, einmitt. Það þetta beita svona hvötum í réttar áttir líka, ekki bara í rangar áttir í átt að Garðabæ. En svo annað sem að stjórnvöld gætu gripið til, bæði ríkisvald og sveitafélög að loka á það að það sé verið að breyta íbúðum og þar með talið nýbyggðum íbúðum sem áttu að fara inn á almennan íbúðamarkað að sé verið að breyta þeim í hóteli gegnum Airbnb. Við erum í miðri húsnæðiskreppu og það eru 2500 til 3000 Airbnb íbúðir í útleigu, skammtíma útleigu til ferðamanna á höfuðborgarsvæðinu. Ef að tekið svolítið fast á þessu og bara lokað á þetta, þannig að ferðamenn þurfi bara að gista á hótelum eða utan höfuðborgarsvæðisins, þá hægt að það þið hraðasta lækningin á þessu misvægis ástandi sem á húsnæðismarkaði. Það ekki verið að gera það. Það verið að herða reglunar í framtíðinni. Það ekki verið að herða... Frumvarpina Lilju fór í gegn varðandi Airbnb. Það hefur ekki áhrif á stöðuna eins og hún heldur bara... Það á þá nýjar íbúður sem komin á markað, það alveg rétt. Og það meira auðvitað þarf aðgerðir stjórnvald að þurfa að tala saman við markmið peningastefnunar og vaxtastig og óbreyttu hærra út af því að aðrir þættir hafa áhrif. Ég myndi bæta við þetta líka að skattlagning og söluhagna íbúðarhúsnæðis það þarf að endurskoða hana. Það eru svolítið rúmar heimildir að þú getur keypt þér íbúð, þarf bara eiga hann í 2 ár og það þá bara skattfrjáls söluhagnar því að þau gefnu þau eigi undir 1200 rúmmetra af húsnæði sem frekar rúmt. Flest lönd reyna að hafa regluverkið og skattlagningur með þeim hætti hún styðji við svona primary home ownership við fyrstu eign en ekki að búa til hvata sem ítundir brask og spákaupmennsku. Þannig að það ýmsar aðgerðir sem þetta ráðast í sem gætu hjálpa til. Og ég spurði meitt í sambandi við húsnæði af því að það heldur áfram að hækka húsnæðisverð þrátt fyrir vextina sem að bendi til þess að það sé mikil vöntun á húsnæði, lítið frambóð. En ekki ljóst að þegar að vextinni lækka að í svona ástandi að þá eiginlega innistæða fyrir enn frekari hækkun húsnæðis. Að segjum að myndu lækka vextinni núna og fleiri hefðu möguleika að koma inn, að þá gætu við séð eins og við séð áður þegar að vexti lækka eins og í COVID og eitthvað, þá sjáum við húsnæðisverð rjúka upp vegna þess að með lækkandi vöxtum eða rýmri lántökuskilyrðum að þá eru fleiri sem að komast inn á markaðinn og þannig að í kerfin eins og þeir núna sé svona, ég veit ekki hvað það skal kalla snjóhengju eða það sé ljóst að það sé langt í það
að verði jafnvægi á húsnæðismarkaði. Er það ekki ljóst? Það hætt á því að það verði einhvers konar leiðrétting til staðar. En það verður eftir því svo sem hvaða lánsfjárskilyrðum og annað beitt til þess að reyna að mæta því. Herðu, Vilhjálmur, þú ert fulltrúi þeirra sem ekki búin að semja. Já. Seðlabanki lítur að horfa á það þegar hann að meta verðbólgu horfur. Hvaða líkur á því að þau félög og samtök sem eftir að semja muni halda sig innan þessara marka? Já, vissulega þau hljóta að faktora þær væntingar inn. Já. En við munum bara sjá núna í haust og næstu mánuðum hvernig það fer. En aðeins varðandi verðbólguna. Megin vandinn að verðbólgan hefur núna verið yfir markmiði í 4 ár og því að spáð að hún mun ekki ná markmiði fyrir en seint á árinu 2026. Það eru þó komnir yfir 70 til 80 mánuðir af verðbólgu yfir markmiði sem eitt af lengsta síðustu 3 áratugi. Og það sem við þurfum kannski líka að fara að tala bara hversu mikið stefna Seðlabankans að býta á eftirspurn á Íslandi. Því að það eru orðnar strúktúrbreytingar í hagkerfinu síðustu 10 ár með ferðaþjónustunni sem að vaxtastigið ekkert að býta á. Það að segja þessi gríðarlega eftirspurnaþrýstingur sem myndast á markaði vegna ferðaþjónustunnar og líka þessi mikli innflutningur á vinnuafli. Ef við horfum bara til þessa tímabil sem núverandi ríkisstjórn hefur setið 17 og horfum allt til 25, þá fólksfjöldi á Íslandi að aukast 20%. Það það mesta í sögunum ef við sambærileg tímabil. Þannig ég held að áhrifamáttur peningastefnunar sé bara að minnka hafi minnkað og það sé eitthvað sem við þurfum að fara að tala líka. Og þannig að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun vaxtastefna Seðlabankans hafa á framvinduna áfram. Ja, ég skil ekki alveg áttu við að vaxtastefnan, hún dregur ekki úr hingakomu erlendra ferðamanna og þar alveg heldur ekki hingakomu fólksins sem að sinni ferðamannunum. En þykist hún eitthvað að gera það? Nei, hún hefur bara ekkert svo mikið kælinga áhrif á eftirspurnina á markaði. Og ég held hún hafi bara mjög minni kælingar áhrif en hún hafði. Og svo það líka þessi leki frá óverðtryggðu yfir í verðtryggt og annað. Þannig að svona máttur peningastefnunar á Íslandi, ég ekki viss að hann sé bara nægilega mikill. Þannig þá erum við með svona, þetta eru fórnarathafnir. Við erum að fórna skuldugu fólki af því að í nafni þess að við sem að berjast við verðbólguna, vitandi það að reynliklega hefur þetta engin áhrif. Já, þetta hefur augljóslega ekki nógu mikil áhrif sem að bendir svolítið til þess. Þetta hefur gríðarlega þjáningu fyrir með sér. Já, fyrir skuldu. Það verið að hengja bakara fyrir smið, Þannig að ef þú beitir þessu þá verður þú sannarlega ná okkur árangri því að þú getur ekki búið til svona mikið sársauka ef það skilar engu. Já, ég meina þetta ég held að sé allir sammála það að þungin sem að fylgir þessum vaxtahækkunum og hávaxtastiginu, hann miklu meiri og sársaukafullri fyrir lægri tekjuhópana, en það þeir sem að skapa eftirspurnavandann? Ég held að það sé meira betur setti efri helmingurinn af íbúunum sem ber meiri ábyrgð á þessari þenslu og eftirspurn það sem aðalega verið að hugsa sem helstu orsök verðbólgunar sem náttúrulega ekki tæmandi en það vantar alveg úrræðin sem að taka eitthvað á þessu eftirspurnarflæði sem kemur frá þeim betur settu og tekjuhærri og eigna meiri og og að því leyti til Seðlabankinn að beita meðulum sem bara alls ekki bestu meðulinn og bara alls ekki að skila nærri nógu góðum árangri. Seðlabankinn segir að og peningastefnu nefnd að það sem hefur áhrif á peningastefnuna þrennt.
Þeir tyggja þetta alltaf upp í hver einustu yfirlýsingu. Það í fyrsta lagi þróun verðbólgunar, í öðru lagi staða efnahagsmálana og í þriðja lagi verðbólguvæntingar. Og nú segir Seðlabankastjóri að varðandi fyrstu 2 atriðin, þá bankinn að ná ágætum árangri. Verðbólgan hefur þrátt fyrir allt komið mikið niður og sérstaklega þessi undirliggjandi verðbólgan í 3,9 nema þeir horfa ekkert á það í reynd og hún var upp í 10 sko, í fyrra, mitt ár eða fyrirluta og en sko staða efnahagsmálana, þar alltaf að tala eftirspurna þrýstingin og hagvöxturinn var 8,9% í hittifyrra og 4,1% í fyrra og hann verður öllum líkindum í kringum 1% í ár sem þó þrátt fyrir allt kæfandi áhrif hávaxtastefnuna, dregið stólu fjárfestingum og enganeyslu og samt verðbólgan bara hreyfast á hraða sníelsins ef eitthvað og þannig að þetta segir allt en Seðlabankastjóri sagði að það eru aðalega verðbólgu væntingarnar sem eru núna að valda áhyggjum en hvað eru þessar verðbólgu væntingar? Sko ég hef langa fortíð í gerð skoðanakannana og þessi gögn sem að menn eru að vinna með verðbólgu væntingar koma úr skoðanakönnunum. Það talað við 25-30 aðila á fjármálamarkaði og þeir eru spurðir hvað heldur að verðbólgan verði eftir 2 ár, eftir 5 ár. Svo talað við stjórnendur fyrirtækja. En þetta ekki liðið sem að hækkar verðið? Þannig að það skiptir máli hvað... Ekki þeir á markaðinum held ég svo sem þetta eru starfsmenn á fjármálamarkaði, þeir fylgja áhrifum bara, þeir segja það sem allir eru að segja þar og þeir eru náttúrulega alltaf að ýta öllu upp. Það mætti segja það stjórnendur fyrirtækjana, þeir fá svona spurningar líka, það eru þeir sem ákveða verðið og ef það þannig að það sem að þeir segjast halda að verðbólgan verði eftir 2 ár eða eftir 5 ár og þeir eru að segja hún verði 4-4,5% eitthvað svoleiðis eftir 2 ár og að hvað þýðir það? Er það orsök verðbólgu í framtíðinni? Og hvernig getur það virkað sem orsök? Þá myndi ég vilja sjá, ef þú tala þetta svona, þá vil ég sjá bara línu sem að sýni verðbólguvæntingar í sakvættisum könnunum og svo hver verðbólgan var. Ekkert samhengi þar á milli það? Já, í nýjustu peningamálum Seðlabanka segir á blaðsíðu 45 verðbólguvæntingar litast yfirleitt af nýliðinni verðbólgu. Verðbólguvæntingarnar litast yfirleitt af nýliðinni verðbólgu. Hvað þýðir það? Það sem hefur verið mun halda áfram að verða. Það koma eftir á. Það ekki þá afleiðing frekar en orsök? Og mér finnst þetta svo bara veikur grunnur, gögnin sem verið að nota í þessu svo veikt. Þetta svona, það ringir einhver í þið frá Gallup og þú segir, já, hvað allir verðbólga verði ekki 4-5% eftir 10 ár, 5 ár? Hvað þetta bara einskísvirði. Ég kalla þetta voodoo hagfræði peningamála. Það verður eðlilegast að bara bera þetta sama við reynsluna. Kannski þótt þetta aðferðina sem skrýtnar að þessi horfa í innibli á kjúkling en ef það virkar að þá bara höldum við áfram. Eins og Seðlabanki segir þetta kemur eftir á þannig að þetta kemur þegar verðbólgan fer að fara upp seinni hluta 21 og 22 svo að þá að fara að hækka væntingarnar eftir á. Þetta ekki öflug orsaka breyta sem að hann verið að vinna með eða mælingarnar á henni í öllu falli Þannig mér finnst rök Seðlabankans almennt mjög veik og þegar maður fer að kafa ofan í þetta kom mér á óvart hvað þetta veikt. Og það graf undan trausti okkar á peningastefnu Seðlabankans. Já, og það segir okkur líka hitt að það þarf miklu meira input frá ríkisvaldinu í að taka á verðbólgunni. Þetta heyrir einfaldlega ekki allt undir vaxtastefnu Seðlabankans eða peningastefnuna almennt. Áður við förum í ríkisfjármálin. Þetta með hvað eru háir raunvextir stýrivexta á Íslandi? 3% og það var því það að fólk líklega að kaupa húsnæði á 5-6% raunvöxtum. Fólk að borga yfirdrátti sinna á 10-11%. Þetta bara
Þetta algjör svífur það, hvað þetta hátt. Það enginn sem stendur undir þessu. Það þetta að vera svona. Akkur þetta svona í okkur en ekki annars þar? Sko eins og þarna... Þetta bara kostnari við að vera Íslendingur? Ekki beint, en þarna... Að búa í heimi sem sniðin handa þeim sem eiga en ekki þeim sem skulda? Sko eins og Stefán nefnir, þá að hægja á efnahagslífinu. Þannig að við sjáum þetta, sko vandið við peningastefnun að hún dreifist ekkert sérlega jafnt. Við getum hannað skattahækkanir eða eitthvað slíkt og svolítið valið hvaða hópar lendi í henni, en peningastefnan fer á ákveðna hópa og svo hún seinvirk og svo ýmsir lekar eins og Villi nefnir að flótt í verðtryggð lán og annað hefur áhrif á hvernig hún virkar. Líka bara svo staðreynd að helmingur lána nú bara ennþá fastur inn í fastvaxtalánum þýðir það að peningastefnan ekkert almennilega farin að bíta. En við sjáum samt einkaneyslan að hægja, fjárfestingin fer niður, þannig að þetta að hægja á efnahagslífinu. En síðan má þetta spyrja sig og kannski á einhverju tímapunkti þarf aðeins að fara við það hvernig brugðist var við heimsfaraldri, varðandi hvernig vextir lækkuðu og hvort þetta hafi verið besta leiðin til þess að svona mæta áhrifum heimsfaraldurs. Við vitum líka það að vaxtalækkunin var ekkert endilega að renna til þeirra hópa sem mistu störfin og annað í heimsfaraldri. Hefði verið skynsamlegra að fara betur í gegnum atvinnuleysistryggingar eða eitthvað slíkt í svona fjármagns opinbera að mæta áhrifum faraldursins, af því að lækkun vaxta var veruleg, hún var meiri heldur en öðrum ríkjum þar sem vexti voru búin að vera við núllið. Og hver voru áhrifin? Jú, það voru gríðarlega áhrif á eignaverð, hvort sem fasteignaverð eða hlutabréfaverð, það voru gríðarlega áhrif á fjármagnstekjur, þannig að ójöfnuð jókst. Þannig að það er svona held ég ýmislegt sem held ég á einhverju tímapunkti þarf að rýna þess hvað þetta varðar. En ég vil spyrja í nafni skuldara. Það virkilega þannig að ég nægi endur saman og keyri launareikningi minn á yfirdrætti? Það eðlilegt að ég borgi 11% vexti fyrir það? Hverjum boðið upp á það í heiminum? Öðrum en okkur? Já, ég hef ekki svar. Ég meina, er þetta ekki vandamál? Að þeir sem eru svo óhefnir eða þeir sem þrýst yfir því að vera fátækir, vegna þess að þeir eru í vinnu sem að borga lítið laun, eru í húsnæði sem rándýrt, mikla leigu, að þessu eru rakin í því að borga í ofan á fátæktina sína 11% raunvexti. Það er ekki hægt að lifa við þetta. Einhvern tímann á fyrri áratugum hefði þetta verið bannað sem okurvextir. Ég er svo gamall að ég skrifaði fréttir menn sem voru að lána þessu kjörum og þeir voru settir í fangilsi. Einmitt. Það var talað þetta ég menn eftir þessu líka. Og það annað líka, að það ekki bara heimilin, það líka fyrirtæki minni og milli fyrirtæki, en það líka þið opinbera. Og ég með tölur akkurat að vaxtakostnaður vegna opinbera skulda er 6% af landsframleiðslu hérna. Þau lönd sem koma næst á eftir okkur eru með 4% og það er Bretland og Ítalía sem hvorutveggja skulda miklu meira við. Við skuldum ekki sérstaklega mikið, við erum bestafalli nálægt meðalagi. Við erum með meiri vaxtabyrði heldur Grikkir. Við erum með bara langt mestu vaxtabyrðina af þeim þjóðum sem að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur þessi gögn saman og þetta er eina af afleiðingum, ég meina hluti af þessum opinberu skuldum er innanlands náttúrulega og er á þessum allt á háu vöxtum og allt á háum vöxtum á skuldabréfum og öllu þessu. Að afleiðingarnir við erum náttúrulega bara fenómen hvað snertir þetta háa raunvaxtastig sem að hér og núna umtalsvert hækkandi akkurat þegar að því að verðbólga er niður en vextirnir ekki. Já, vextirnir haldast áfram í þessu 10-11% á húsnæðislánunum óverðtryggðu en meiri segja var nú Arion banki að hækka verðtryggðu vextina líka fyrir skömmu og þetta er bara ákveðin freisting fyrir bæði banka og lífeyrissjóði að gera þetta. En eitt af því sem átt að gerast við samningana núna í ársbyrjun var meðal annars það að vextirnir átt að fara niður
og þar leiðandi átti sko vaxtabyrði ríkis og sveitarfélaga að lækka sem átti að stórleiti að fjármagna þessast aðgerðirnar til hækkunar barnabóta og vaxtabóta og annað slíkt. Þannig ef að vextinni fari ekki niður að þá verður ríkið og sveitarfélögin að finna aðra leiðir til þess að stoppa í gatið og það verður þá líklega gert bara með niðurskurði því að þetta ekki ríkisstjórn sem að fara að hækka skatta. Það mikill þrýstingur á niðurskurðið mitt. Já, það ekki að það okkur hætt á því að ef að vextinni fari ekki niður að þá mun ríkið þurfa að fjármagna aukinn kostnað vegna kjarasamningana og vilji hennar að líklega skera niður sem að aftur mun þá líklega skerða enn lífskjör þeirra sem að kannski standa verst. Jú, sko, ég held að hefði talið að vera skynsamlegast frá byrjun að hafa þessi tillögur eða semst að aðgerðir full fjármagnar og nóga leiðin til að gera það og fyrst og fremst til þess að gera hlutlaus eftirspurnar áhrifin af tillögum. Þannig að það sé ekki eftirspurnar aukandi aðgerðir vegna kjarasamninga. Og þetta var eitt af þess sem var lagt töluvert mat á inn í karphúsi og aðilar reynda að rýna sem best. Hitt annað mála inn í ríkisfjármálastefnu eru þetta ótfærðar afkomubætandi ráðstafanir eins og það kallast. Þannig að til þess að áætlunin náist og áætlunin felur þó í sér að það verði jákvæður heildarjöfnuður á árið 2028. Til þess að það náist þá eru óútfærðar ráðstafanir sem geta verið þá annarkur skattahækkanir eða niðurskurður og reynsla sýnir að stjórnvöld kjósa oft frekar að fara niðurskurðarleiðina frekar en að fjármagna á tekjuleiðinni og það eru líka reyndar óútfærðar eignasölur sem þurfa að detta inn til þess að markmið áætluna náist. Þannig að það er rétt hjá að óbreyttu getur þetta kallað á niðurskurð og það einhverju leyti getur grafið undan bara markmiðum með aðgerðunum sem voru það sem aðilar stóðu frammi fyrir það voru háar launakröfur, mikil óvissa og markmið samningarnir eru auka kaupmátt og stjórnvöld aðkoma þeirra var mjög mikilvæga því hún gerði aðilum kleift að tryggja kaupmátt ákveðna hópa húsnæðismarkaði, barnafjölskyldna og svo framvegis og þá var þetta semja lægri nafnlaunahækkanir og það myndi alveg grafa gegn markmiðunum eða væri ráðist í viðkvæman niðurskurð á ákveðnum sviðum. Það myndi vera mjög óheppilegt en reynslan hefur sýnt að það hefur áður verið gert. Má ég fara með þetta til opinberra starfsmanna að niðurskurðu þýðir bara fækkun opinberra starfsmanna, það er ekki það sem að BSRB eða BHM fagna. En það líka í hugmyndin á bak við samningana í ársbyrjun var svolítið svo að fólk sem að væri með rúmlega miðlungstekjur að kjarabótin kæmi að miklu leyti í gegnum lækkun vaxtana af því það er fólk sem er líklega til að skulda meira inn í fátæku fá ekki eins og skulda en komast ekki í gegnum greiðslumat þannig að ávinningurinn að sætta sig við það að fá launahækkanir sem að valla bæta verðbólgun á samningstímanum hvað þá verðbólguna sem hafi verið og skert kaupmáttin á leiðinni að það er bara verða ólíklegra að opinberir starfsmenn og BHM, ég veit að það er fólki svona millitekjur og jafnvel tæpla það inn í en það er miklu fleiri með hærri tekjur þar heldur en inn í ASI til dæmis veit ekki með sjómennir og svona er ekki bara verða alltaf ólíklegra að BHM, kennarasambandið geti bara sætt sér við setupið sem að ASI lagði upp í áspilum Sko, í fyrsta lagi varandi niðurskurðin, þá er að mér minnir fjórðungur af útgjöldum ríkisins til dæmis í laun, þannig að það er nú ekki öll tækifærin sem við finnum þar í niðurskurði. Og eftir því sem ég best sé, þá er stig frumgjalda hjá ríki og sveitarfélögum á hvern íbúa ekkert sérstaklega hátt í sögulegu samhengi. Það eru ekkert augljós tækifæri til þess að skera niður í útgjöldum þótt að setja forgangsraða betur inn að þeirra. Þannig að ríki og sveitarfélög er í ákveðinni spennutreyju með það er ekki augljós tækifæri til niðurskurðar og þau vilja ekki styrkja undirliggjandi afkomu. Það er búið að kerfisbundi veikja undirliggjandi afkomu sérstaklega ríkisins frá 2019. Með þá ófjármagnuðum skattalækkunum ef það mætti orða það þannig. Já. Og það er engin stemning til þess að hækka skatt á launafólk og ég tala hérna bara fyrir BHM þegar 70% af skattbyrjunni er á 3 efstu tekjutíundunum
þú veist, þá augljóst að þú mynd auka skatta þar, það bara kemur ekki til greina allan að hálfu BHM og ég held bara millistéttarinnar í heild, þannig að þú þarft að sækja inn í svona kannski skynsalega skattahækkanir sem ekkit endilega að raska samkeppnisstöðu atvinnugreinanna. Það eru aukin auðlindagjöld á sjávarútveg, staðbundin gjaldtaka á ferðamannastöðum, hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu, bæði ASÍ og BHM og ég held BSIB líka hafa nefnt þetta með að fólk að skrá launatekjur sem fjármagnstekjur. Þú veist, það eru að loka EOF-gatinu eins og það hefur orðað. Já, það eru augljóst tækifæri á tekjuhliðinni sem ekki hefur vilji til að útfæra. Og ég ekki að sjá að það séu mörg tækifæri til niðurskurðar, þó svo við, sjá BHM fögnum alveg bættri forgangsröðun. En þessi fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar svona ber þess merki að það ekkert að svara sérstaklega mörgum spurningum, en það hún umboðslaus frá með 26. En eins og þú lýsir þessu, að ef að ríkisvaldið ætlar að ná samningum við ykkur og kennaranna og fleira, að þá þarf að koma eitthvað með í pakkan til þess að tryggja það að vaxtalækkanir nái fram að ganga, til þess að ríkissjóður sé ekki rekinn með halla sem getur valdið aukinni verðbólgu og tafi það að vextir lækka og að það sé eiginlega ekki hægt að sjá það hvernig að ná samningar við ykkur og kennaranna að óbreyttu raunverulega. En náttúrulega þessi uník vandi sem að háskólafélögin horfa fram á, ég meina bara ef við horfum langt tilbaka þá kaupmáttur meðal ráðstöfunartekna hjá fólki með meistaragráðu var það svo sami árið 2021 og var árið 2001. Það öld án kaupmáttaraukningar og þetta hefur að gera með hvernig hagkerfið þróaðist, pólitískar ákvarðanir í kjarasamningum, meira launaskeið í sumum greinum og svo framvegis. Ég vil ekki tella það hér upp. En það ólga og það tregða fyrir mörgu sér félög, ekki bara í BHM, heldur KÍ líka, að skuldbunda sig inn í 4 ára samning. Og hafandi ekki fengið sérstaklega mikið út úr aðgerðapakka stjórnvalda. Við höfum nefnt sérstaklega að það þurfi að létta á greiðslubyrði námslána sem svona sértæk aðgerð fyrir háskólamennta, ekki endilega verðbólguvaldandi. En samningsumboð náttúrulega liggur ekki hjá heildarsamtökunum, þannig ég ætla ekki að fullyrða fyrir hönd stéttarfélagana, en þetta verður mjög flókið. Ég held ég bara kjarasamningar á opinbera markanum. Og það líka mikilvægt fyrir ykkur ASÍ að þeir náist, því ef að þeir nást ekki og það sem var lagt upp með í ársbyrjun gengur ekki eftir, að þá bara fer verðbólgan ekki niður og vextið fær ekki niður og þeir verður komin að samningsborðinu eftir hvað 2 ár, tæplega 2 ár, haustið. Næsta haust, annað haust. 25, kosningaárinu. Það ríkisstjórnin mun leggja mikið á sig til þess að losna við það. En að sömuleyti þetta staðan sem það ekki búið að landa þessu samningum, svona, við getum orðað þannig. Nei, það hárrétt. Algjörlega, það var allir hagað því að það náist breið samstaða þessi markmið. Og á þess að fara sérstaklega út í kröfur BHM, en ramminn náði svona mjög breiðri samstöðun að næðis í, hópar á öllum tekjubilum og markmiðin alveg skýr, og ég held að þótt að verðbólgumælingin í síðasta mánuðum undan því hafi verið þokkalega háð, þá verkefni alveg það sama, og ef undirliggjandi verðbólgan fer áfram niður, þá eru forsendur fyrir vaxtalækkun og einhverju leyti forsendur fyrir vaxtalækkun nú þegar. Svo það verkefni stjórnvalda aðeins að koma með aðgerðir á húsnæðismarkaði, sem kannski það voru einhvað inn í aðgerðapakkanum, en það vantaði heilmikið upp á. Það bara það stórt og erfitt viðfangsefni að 1-2 aðgerðir leysa ekki neitt þar, og það verkefni fer ekkert frá neinum þótt að það sé búið skrifund í kjarasamninga. Ég deili þessu sem Vilhjálmur segir varðandi tekjuliðin í ríkisfjármálum, að þetta mjög mikilvægt að það sé farið mjög vel með almannafé í ríkisrekstri, en það rétt að það ekkert einhver augljós tækifæri til þess að skera niður stóra fjárhæðir. Það bara, og við höfum svo sem talað það einhvern tímann áður, að langtímaáætlun fjármálaráðuneytisins
sem að horfa á þessa breiðu þætti sem hreyfa við ríkisfjármálunum og horfa á vaxandi aldur þjóða og annað þetta draga upp frekar draga upp frekar stórar áskoranir bara núna þegar þessi stóru árgangar eru að fara á eftirlaun því að þungin af kostnaði við heilbrigðiskerfi bara efstu 2 áratugunum þar kostnaðurinn við heilbrigðiskerfið og hvernig á að fjármagna þetta því að næstu 10 árum þá verður veruleg fjölgun á einstaklingum sem eru yfir 67 ára áætlunin sagði þetta að spara staðins hérna á menntaliðinu og annað en löndin í kringum okkur hafa þurft að ræða þessi mál frekar lengi svona þessar stóru áskoranir og við höfum eins og svolítið notið þess sem er vandamál hérna fyrir í samtalinu að það mikill straumur fólks til landsins hér vantar fólk í störf hér vantar ekki störf þannig að við erum að fá fólk á vinnualdri sem að senkar þessari vá sem að önnur lönd eins og Suður Kórea eða Þýskaland horfa á. Já, það rétt en við erum í þessum svolítið vertíðar hugsunargangi menn að það ferðamönnum að fjölga en við erum ekkert of mikið að plana það hver íbúðaþörfin fyrir þennan hóp hver menntunarþörfin fyrir börn þeirra sem komu einhvern til starfa allir sem flytja þessi 40.000 mann sem þú nefndir frá 2017 þeir þurfa að búa einhvers staðar, þeir þurfa að nota læknisþjónustu og það sem kannski verra er að þessi stefna virðist nú bara verið rekin af Isavia í Keflavík sem alltaf sjálfstætt að fjölga ferðamönnum nokkra milljónir á næsta árum stækka flugstöðina án þess að neitt stjórnmálamaður sérstaklega velti þessu fyrir sér ég held að við þurfum að mun skýrari hvers konar atvinnuuppbyggingu við viljum og aðeins að reyna að átta okkur á því hver áhrifin verða Má ég aðeins bæta við þetta með sem nú eiginlega svona síbylja það sé þörf á niðurskurði og opinberu útgjöldin séu allt of mikil og fjármálaráði síðustu ályktun sinni með ansi djarfar yfirlýsingar sem að ég skynja nú þannig að þær eru á ótraustum grunni byggðar og endurspegla meira hugmyndafræði heldur en veruleika. Þeir fullira til dæmis að það sé minna aðhald í ríkisrekstri hér en í samanburðarlöndunum og svo þeir með annað, útgjaldavöxtur síðustu ára ósjálfbær, setja þeir í eina milli fyrirsögn. Sko, útgjöld hins opinbera 2023 eru jafnmikil sem prósent af landsframleiðslu og þau voru árið 2000 fyrir 23 árum síðan og þau eru lægri núna heldur en þau voru að meðaltali á öllu þessu 23 ára tímabili þannig að það ekki útgjöldin ósjálfbæri vegna þess að það ekki afla tekna á móti? Jú, sko, það það sem að galli að það að þegar að voru þessi auknu útgjöld vegna COVID að þá það meðvituð ákvörðun ríkisstjórnarinnar að fjármagnaðu ekki þannig að tekjurnar hækkuðu ekki og þess vegna kemur þessi halli sem að ennþá og sjálfstæðismenn hafa notað hann sem svona sterk rök fyrir þörfinni á niðurskurði og þetta bara ideológía. Sko, við höfum verið að safna hér upp innviðaskuldum vegna þess að við höfum verið að þróa þetta þjóðfélag gríðarlega hratt og hraðar en flest þjóðfélagi kringum okkur með þessum vexti, öravexti, ferðaþjónustunar. Við finnum það bara sem íbúar hérna. Já, þetta allt farið aftur og við erum með innviðaskuldir í samgöngukerfinu, heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og velferðarkerfinu líka því að og svo hafa stjórnvöld verið með þessi klókind að vera með þennan sjálfvirka niðurskurð eins og áberandi í velferðarkerfinu að það ekki verið að verðbæta viðmiðin og grunnana og allt frá ári til árs heldur verðbólgan láti rýra þetta alltaf. Láta bara ryðga. Láta það ryðga og þetta bara sjálfvirku niðurskurður þannig að við, hér ekkert svigrum fyrir niðurskurð, það mikil þörf fyrir stórt átak í uppbyggingu innviða, eflingu velferðarmála, heilbrigðis og húsnæðis og menntamála og öllu
og það sem að vantar viljan til að fjármagna þetta, að laga þessar skekkjur í skattkerfinu sem að felast í því sem að Vilhjálmur nefndi áðan, eins og fríðindi varðandi auðlindanýtingu og götin í skattkerfinu og svo þurfum við náttúrulega líka að hækka skattbyrði á fjármagnstekjur þannig að það sé einhverju samræmi við skattbyrði þeirra sem að afla sér lífsviðurværis með því að vinna eða á lífeyri. Það er fráleitt að þeir sem að láta peningana vinna fyrir sig og spila golf á meðan, að þeir séu með sérstök skattfríðindi í formi fjármagnstekjuskatt sem ekki nema þú trúi því að þetta sé rjómi mannkins og við verðum treysta því að það færi okkur góða framtíð komandi að golfutólum. Já, það er nú eitt af því sem akkurat var ideológian á þessum fyrstu áratugum nýfrjálshyggjunar, en nú eru komið 30 ára reynslu af því að það er ekki að skila neinum árangri, en það er að éta þjóðfélagið upp að innan. Sko, það sem að þú ert að tala með endurreist grunnkerfan og innviðana, sömuleyti var ríkisstjórnin 2017 mynduð þetta. Það var talið að það var komið tækifæri til þess að vinna upp það sem hafði glatast á árunum eftir hrun og þið kannast við það. Hún var svolítið, það var ríkisstjórnin sem ætlaði að fara að eyða svolítið. Það var talið að við værum í þeirri stöðu. Svo kom COVID og svo kom verðbólgan og svo kom alls konar óarann og þetta hefur gleymst svolítið. Þetta er ekki áherslan. En núna er áherslan að meginmarkmið efnahagsstjórnarinnar er að vinna á verðbólgunni. Hvert var planið í því? Seðlabankinn kvartaði yfir því að hann sæti einn við stjórnvölinn og það var í ríkisfjármálin tækju ekki þátt í því, vinnumarkaðurinn tækju ekki þátt í því, vinnumarkaðurinn býr til plan, þetta er svona leið sem við getum farið til þess að vinna á verðbólgunni, við erum komin svolítið inn í það, við erum að vinna eftir því plani, þá gerist það að Seðlabankinn hann er ekkert að lækka vexti og hann myndi ekkert muna að lækka vexti 2% sko, það myndi þú veist, það væri bara kannski einhverju getið þetta að væri bara snjallt að þetta er markmið okkar og við verðum að lækka vexti. Ríkisfjármálin ætti að koma með eitthvað til dæmis að tryggja það að væri einhverja svona líkindi á því að opinberir starfsmenn myndu sætta sig við að vera innan fólksins, en það er ekki að gerast. Það er eins og að þetta hefur verið svona viðburður, það er skrifað undir samningana, ríkisstjórnin kemur 2 góð kastljósviðtöl og eitthvað fleira, svo bara er þessi stefnu ekkert, það er enginn að framkvæma þessa stefnu sem að þið var grundvöldurinn að samningunum, að ég sé það ekki. Maður hefur akkurat áhyggjur af þessu. Fjármálaráðherra er ekki í því. Já, ég er sammála þessu. Ekki. Maður vill sjá miklu fastar tekið í áratnar. Sjáu þið skýrmerki í efnahagsstjórninni að það sé verið að vinna gegn verðbólgu og tryggja það að þessi samningar sem allir voru sammála fyrir nokkrum mánuðum að væru bara lykillina því að nánuðu verðbólgu myndu haldast. Já, ég held að svolítið lykillina þessu verður framhaldið varðandi húsnæðismarkaðin. Og hvað eru þær aðgerðir? Þær eru ekki alla konum til framkvæmda. Það er verið að hækka húsnæðisbætur, það er verið að ræða húsalög það minnkar ekki verðbólgu, hækka húsalög. Ég geti fært rök fyrir því að það eykur verðbólgu. Það getur, ef húsalögin verða ekki endurskoðuð, þá getur þetta allt í núverandi umframeftirspurn og litlu framboði, þá getur það haft áhrif beint út í verðlag, það er bara hárrétt. Þannig ég held að húsalögulögin þurfa að skoða samhliða. Uppbyggingin er bara, það vantar lóðir, það vantar hraðar uppbyggingu og svo eins og við nefndum einhver sérstakar aðgerðir, tímabundnar eða langvarandi sem svona draga úr spákaupmennsku og svona vinna með þessu markmiðum. Ég meina hættar á því að náist markmið samningsins ekki þá verður þetta mjög þungt ástand á næsta ári. Það sé alveg ljóst. Og við getum sagt að húsnæðismarkaður í Íslandi, hann fer versnandi. Spákaupmennirnir eru ráða meiru. Það eru færra svona venjulegu fólki sem á efni á að kaupa húsnæði. Húsnæði er óöruggara, húsnæðiskostnaður fer hækkandi. Já, það virðist ekki vera mikill pólitísku meirihluti til að bæta úr þessu vegna þess að það er búið að lofa bótum frá 2019 og jafnvel fyrir. Og það hafa komið tillögur og svo hafa þær ekki ratað í gegnum þingið. Vilhjálmur, ég sá að þú svona játtir því að það væri húsnæðismarkaðurinn sem væri lykilatriðið.
því það ósamið hjá ykkar fólki. Heldur að húsnæðismál spili þar inn? Það ekki líkið þáttur vissulega einhverju leyti en okkar fólk kannski býr við þann lúxus að búa við heldur betra húsnæðisöryggi heldur til þess hópar hjá Eflingu sem sannarlega þurftu hjálp en eins og Þannig að krafan breytingar í húsnæðisstefnunni munu ekki koma frá ykkur. Þannig að við verðum bara að fá okkur pólitíska vakningu aðgerðir í húsnæðismálum. Ég meina stóri vandinn kannski í þessu öllu og það talað sameiginleg markmið að kröfurnar svona sögulega séð hafa alltaf byggt á því sem að almenni markaðurinn segir og það samið fyrst við almenna markaðinn og það talað sátt og þeim grundvelli og svo framvegis. Kannski lærdómurinn til framtíðar bara að fá þessar tvo markaði saman til þess að skapa einhverja sátt einhverja meginstefnu. En eins og Róbert kom inn á áðan þá það miður þannig að við þessar aðstæður þá munu hækkun húsnæðisbóta og annað líklega bara fara í verðlagið þeir eru með svona miklu umframeftirspurn allan til skamstíma og Seðlabankinn hefur nú sagt það bara með aðgerðapakka stjórnvalda að hann muni setja þrýsting á stýrivaxtastig allan til skamstíma en svo held ég við þurfum að passa okkur á því að tala ekki alltaf þannig eins og það hangi allt á einhverjum prósentum til og frá í þessum kjarasamningum. Það eru aðrir þættir sem að hafa áhrif á verð hérna á markaði. Fjármálaráðuneyti hefur nú reynda nýlega svona svo til afráðu með öllu að það hefur verið til staðar svo kvöldu hagnaðardrifin verðbólga á Íslandi eftir 2022 Ekki Seðlabanki búin að votta það að þetta hafi ekki verið til, þetta sem að þú hefur meðal annars lagt mikla áherslu á að vera verðbólgu valdandi? Já, það getur vel verið að það sé ekki merki á svona breiðum grunni að álagning hafi aukist á markaárið 22 og 23 en það eru engi merki hún hafi minnkað hlutfallslega heldur. Og í gegnum Hagnaður hefur allavega aukist mikið. Hagnaður hefur aukist, krónutölu þá framlegð allavega hefur verið að aukast í mörgum greinum og það var jafnvel svigrúm til þess að lækka hlutfallslega álagningu í gegnum þennan 9% hagvöxtur árið 2022 og ég held að bara lærdómurum fyrir flesta hérna og hvað sem er verkalýðshreyfingin eða annað að hætta að leita alltaf að sökudólgum en vera kannski aðeins balanseraðar í umræðinni. Það bara ekki rétt sem Seðlabankinn segir eða fjármálaráðuneytið að það séu engar vísbendingar að svona verðhefðum fyrirtæki hafi haft áhrif á verðbólguna og hún gerir það. Ok, þetta kannski mál sem að ætti að vera að ræða og maður myndi búast við því að kæmi frá ríkisstjórninni, nýmyndaðir í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. En mér finnst nú áherslunar ekki vera alveg þarna, það sem að vera að ræða. Það er verið að bjóða okkur upp á útlendingamál og orkuskort og fleira. Þannig að sömuleyti hefur svona eins og hafi slitnað í umræðinu efnahagsmál. Ég nú bara að tala svona almennt að mann finnst ekki vera þungi í þessu. Og umræðurinn á þingi til dæmis að þar kemur fram lítil gagnrýni á raunverulega peningastefnu Seðlabankans sem að mér þætti nú að því að ég held að það sé það sem almenningur upplifir sem bara hvort þessi dott inn í eitthvað fáránleika að á ég að þurfa að bera allar þessar byrðar í einhverju sem að til þess þú efast að skilja árangri. Já, algjörlega. Og ég bara hef þungar ágjör að það er engin merki úr stjórnmálunum að það sé einhver áform eða vilji til að grípa inn í á vettvangi ríkisvalds og sveitafélaga til þess að breyta þessari þróun. Við sjáum alveg hvernig þetta liggur og eins og þú nefndir áðan að það eru yfirgnæfandi líkur á því eða mikla líkur á því í öllu falli að staðan á húsnæðismálunum sé versnandi. Og það er bara það sem er þá aðalatriðið meiri segja. Þess að húsnæðis- og mannvirkjastofnun byrjað að viðurkenna. Já, vegna þess að það er stærsti drifkraftur verðbólgunar eins og er núna og þetta verða menn að skoða í samhengi við alvöru inngrip, þetta er alvöru kreppa og það er líka hættan á því að kjarasamninga tilraunin að hún mun ekki heppnast, þá mun það hafa mjög vondar afleiðingar
og ég bara þegar ég að horfa á sjónvarpið og sé þessar væmnu, aumu auglýsingar frá samtökum atvinnulífsins það að stöðuleikin komi ekki af sjálfum sér og þetta eins og sé verið að lesa eitthvað sólarlagsljóð svona og verkefnið ekki búið og svo ekkert meira í því. Maður sér hvergi merkjum það að samtök atvinnulífsins séu að beina einhverjum þrýstingi á sína meðlimi að tosa niður álagninguna eða leita meiri framleiðni aukningar í stað þess að sækja aukinn hagnað í meiri umsvif í kringum veltuna og álagninguna sem alltaf freisting fyrir stjórnendur fyrirtækja. Og mér finnst vanta allan alvöru vilja til að taka þetta sem alvöru prógram eins og þetta var lagt upp sem eins konar svona þjóðarátak gegn verðbólgu og það bara vantar, það bara stórar eyður í stjórnmálunum og líka hjá atvinnurekendum. Verkalýðshreyfingin búin að skila sínu og bara það verða vondar afleiðingar ef þetta hefnast ekki. Kannski þetta svona mál sem að það var talað að Katrín Jakobsdóttir hafi svolítið lagt áherslu að ná þessu í gegnum ríkisstjórn. Nú hún hætt, þannig þetta kannski bara munaðlýsingi inn í ríkisstjórninni. Já, hún sinnti þessu vel, við urðum varir við það sem að vorum í þessum viðræðum við ríkisvaldið að ég tel að við hefum ekki náð þessum árangri frá ríkisvaldinu án hennar. Það bara sanngjarnt að segja. Árangurinn kemst ekki höfn kannski vegna þess að hún farin. Það getur líka meira verið. Til þess að ræða það, þá verðum við að kalla á aðra fræðingar sem eru stjórnmálafræðingar. Gerir það kannski. Þakka ekki hérlega fyrir komuna. Það hefur búið að vera mjög áhugavert, Stefán, Vilhjálmur og Róbert. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Og við ætlum að sitja hérna áfram að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.